Jú, prófið er eftir viku. En núna förum við í stýrða þryggjafasa afriðun. Þetta er á blaðsíðu 45 og við sjáum hérna sem sagt í byrjunarkaflanum það er verið að tala sem sagt notkun á þessu. Við erum búin að fjalla sem sagt stýrða afriðun í einfasakerfum en þryggjafasa stýrð afriðun hún er sérstaklega notuð í spilkerfum, rafmagnsspilkerfum við stóra jafnströmsmótora og þá er þetta jafnströmsvélar sem að geta bæði verið sem mótorar og rafalar. Þegar þá erum við til dæmis að kasta veiðarfærum, þá framleiðir jafnströmsvélin inn á kerfið tilbaka og það gerum við með þessum þryggjafasa brúm. Við erum með hérna þessa töflu og þannig að við erum með sem sagt hérna hvort að þetta sést eitthvað skár stærra kannski að það er hægt að vera með 3 dýrstóra í hálfbylgjuafriðun og við erum ekki með tengimyndir af því í bókinni. Hins vegar er ég með einhverja tengimyndir af þessu sem við erum með hálfbylgjuafriðun en við erum aðalega að fjalla heilbylgjuafriðun og hálfstýrða þá erum við með sem sagt 3 dýrstóra og 3 díóður á móti og þá erum við að stýra frá sem sagt 0 til 180 gráður jafnspennu, sem sagt jákvæðri jafnspennu frá hæstu spennu niður í 0 við 180 gráður. En ef við erum með heilbylgjuafriðun, heilstýrða, 6 dýrstóra, þá erum við með 0 í miðjunni við 90 gráður og erum síðan með neikvæða spennu þar sem við getum framleitt hemluna tilbaka og þetta er kallað sem sagt 6 púlsar af því að fyrir hverja heila bylgju þá fáum við 6 gárur á spennuna. 12 dýrstórar eru notaðir í heilbylgjuafriðun með sem sagt heilstýrði tvöfaldri og þá erum við með 2 brýr sem sagt til þess að geta nýtt hemlunarafli tilbaka til dæmis. Og síðan erum við með raðtengda heilbylgjuafriðun heilstýrða og það eru líka 12 dýrstórar og þá erum við með fjölda púlsa 12 vegna þess að við erum með ákveðið fasvik á milli gert með spenni. En þetta er sem sagt yfirleitt yfir það sem að svona flóruna en förum aðeins þá í þessar myndir og þá í tengslum við það útlitið á spennunni. Þess að í bókinni þá sjáum við hvernig þetta lítur út. Hérna erum við með sem sagt hálfstýrða heilbylgjuafriðun, það eru 3 dýrstórar ofanverðu og díóður að neðanverðu. Hérna getum við ekki nýtt eitthvað hemlunarafl tilbaka. Hérna getum við bara verið að stjórna spennunni frá hæstagildi niður í 0. Þannig að hérna, ef við skoðum það hérna í bókinni, þá erum við með þetta var kafli 8, hvar er kafli 5, hann er hérna. Þá erum við með hérna spennu sem að lítur þá út svona, til dæmis við 30 gráðu opnunarhorn og ef við förum í 60 gráður þá erum við með aðeins lægri meðalgildi spennu sem sjá með á þetta að vera hérna og síðan við
90 gráðunar, þá eru við bara með lægri meðalgildisspennu og síðan stýrum við þessu alveg niður í 0 og þá eru komin upp í 180 gráður. Þannig að þetta er bara jákvæð spenna sem við fáum út úr þessari brú, þar sem erum með 3 týristórar og 3 díóður á móti. En til þess að straumurinn verði jafnar í gegnum álag, sem er oft spanálag, að þá höfum við náttúrulega straumskipti díóðu. Þannig að straumurinn, hann fari þá gegnum díóðuna ef verður eitthvað 0 í spennunni út af brúnni. Ok, síðan sem sagt erum við með í þessu við erum með þá heilstýra brú. Þá eru sem sagt 6 týristórar, þættir stýrðir og getum við nýtt hemlunarafl. Og hér erum við með töflu þar sem við sjáum að við 90 gráðunar þá erum við með 0, sem sagt þennan margbrotnar stöðul sem er fyrir aftan formúluna, sem er sinnum kósinus af opnunarhorninu, kós alfa, og við 90 gráðunar þá erum við komnir frá fullri spennu niður í 0, sem sagt jákvæðan straum frá spennugjafanum. Síðan kemur neikvæð spenna á brúnni, en það þýðir það að það umpólast sem sagt spennan á spennugjafanum. Það verður þá plús neðanverðu sem að knýr strauminn í sömu átt í gegn, þannig að aflið færist núna frá álaginu yfir á spennugjafan. En straumurinn fyrir sömu átt og þá geta týristórarnir leitt og áriða tilbaka. Ef þetta er púlsað rétt inn á þá er hægt að áriða aflið tilbaka á netið. Og sem sagt, er þá við heilstýrabrúna, þá er spennan öðruvísi við 30 gráðu opnuhorn. Hún lítur allt öðruvísi út ef við erum með bara hálfstýra. Sjáum við að það koma oftar toppar heldur en í hálfstýru. Ef við kíkum aðeins á hálfstýru brúna, sem er við 30 gráður, er munur á að það eru sjaldnar svona toppar, og spennan, meðalgildisspennan, er hærri í hálfstýru, þar sem bara 3 týristórar. Þetta er munurinn, að er bara samanburðurinn á spennu milli fasa við jákvæða hlutann, og þá kemur púls frá þessari viðmiðun, og það er sýnt á einhverjum stað í bókinni þessi viðmiðun. En þegar við erum með heilstýrurásina, þá er viðmiðunin líka að neðanverðu, og þess vegna kemur þetta aftur svona púls. Það lítur allt öðris út. Svo kemur aftur viðmiðun hér, púls og viðmiðun niðri og púls. Þannig að eru helmingi oftar svona púlsar, opnunar púlsar, og spennan verður líka aðeins lægri meðalgildisspennan. Síðan við 60 gráður, þá sjáum við það að spennan hefur fallið miklu meira heldur en við hálfstýrurásina. En erum við þá á hraðri leið niður í 0 spennu, en við 90 gráður þá er jafn há jákvæð spenna og neikvæð spenna, sem sagt út úr þessu dæmi, þannig að meðalgildisspennan er 0. Svo að eftir það, þegar við komum yfir 90 gráður, þá getum við farið að
fá hemlunarafl tilbaka frá álaginu, en þá myndar sem sagt til dæmis rafali, það myndar þá plús hérna neðanverðu og keyrir strauminn tilbaka, en það þýðir það að spennan frá spennugjafanum er neikvæð af því að pólinn hefur náttúrulega snúist við og þá gengur þetta upp, þá fer straumurinn í sömu átt í gegnum rafalan sem var álag en er núna orðin spennugjafi, knýr strauminn í gegnum þyristorana og út á álagið, út á netið segi ég, þannig að aflið færist út á netið. Þetta er við 120 gráður, það er neikvæð spenna. Þannig að ef að í prófi væri spurt sem sagt og fyrir hvaða brú gefur þessa spennu, þá ættu þau geta svara því, ekki satt. En næsta prófi er ekki fyrir þetta efni, þannig að það tökum við fyrir seinna prófum þessu. Þannig að hérna er takt að taka nokkra stöður á spennunni og þannig að við förum bara upp í fulla neikvæða spennu hérna við 180 gráður. Þannig að hér væri þetta framleiða alveg fullt inn á netið við 180 gráður, neikvæða spennan verður þá í hámarki. Og hérna þegar við förum að skoða hvernig við notum þetta við tókspil með járnsteinsmótorun, þá verður það þannig að þegar við erum að slaka út trolli, þá stýrum við brúnni milli 90 og 180 gráður og þá áriðar brúin bremsuaflið frá mótornum sem að núna er það orðin rafali inn á netið. Ok, síðan hérna skoðum við sýnidæmi í kringum þetta og skoðum hvernig þetta gerist. Hérna 5.9. En hérna er þetta tekið svipað fyrir í bókinni að það er sýndar spennurnar líka og það eru sýnidæmi fyrir heilstýrðu brúna líka. Og aðeins að skoða munin á þessu formúlum, að þessi formúla gefur okkur 0,8 spennu við 90 gráður en formúlan fyrir þessa rás hérna hún er hér. Þá er hún svipað eins og þegar þið kannist við úr einfasa, þá er svíi fyrir aftan þetta deilingamerki, þá er 1 pluss kósinus af opnunarhorninu. Þannig til dæmis við 30 gráður þá erum við með 504 volt, en ef við værum með opnunarhorni við 0 gráður þá svona fræðilega sér, þá getum við fengið sömu spennu og við venjulega afriðun. Ef við setjum kósinus 0 hérna, þá fáum við 540 volt. Þetta er hæsta spennan sem við getum fengið út úr þessari þryggjafasa brú ef við setjum 400 volta reiðspennu inn. Þá er það í rauninni alveg sama niðurstaða og bara með 6 díóðum, 540 volt hér fáum við, og ef við erum með opnunarhollið 0 gráður útreiknað, þá fáum við líka 540 volt hérna. Ok, hérna var bara þetta sýnidæmi við mismunandi opnunarholl og það er sýnt hérna. Þetta er bara hálfstýrða rásin og við endum hérna í 180 gráður með 0 volta spennu. Þannig að við getum stjórnað þessar spennu frá 540 voltum niður í 0 volt við 180 gráður kveikja á. En hinn brúin, hún stýrir þessu frá
frá sem sagt jákvæðri 540 volta spennu frá 0 gráðum hér í 0 og yfir í mínus 540 volt í hinn áttina. Það mismunur á þeim. Og það út af því náttúrulega að aðferðin önnur og þá reiknum við þetta á annan hátt út með þessari formúlu hér og þessar formúlur eru þá líka við teikningarnar í formúlublaðinu. Þannig að þið eigi að hafa þær þar. Ok. Þá erum við sem sagt búinir að skoða þetta aðeins má kynning á þessu og hérna erum við síðan með þessa 12 púlsa afriðun. Hérna vorum við bara með 6 púlsa fyrir hverja heilabylgju. Skulum sjá, hérna til dæmis ein sveifla endar hér. Já, alveg ruglaður í þessu. Hérna, þá erum við með sem sagt 1, 2, 3, 4, 5 og 7. púlsin væri hérna. 6 púlsar eru hérna, en ef við erum með 12 púlsa, þá erum við með sem sagt 2 eftirvöf á 3 fasa spenni. Og þá erum við með svona sem sagt raðtengda rás. Þannig fáum við 12 púlsa í spennuna yfir álagið. Þarna erum við með hérna 30 gráður sem sagt horn milli eftirvöfuna. Þegar eftirvöfun tengt þannig að spennan út úr eftirvöfi A myndað 30 gráðu horn miðað við spennuna út úr eftirvöfi B. Þannig getum við fengið 12 púlsa afriðun. En þetta er sem sagt við mikið afl, meira en 1000 kilowatt sem að við fjöllum þá ekki meira hérna. Jú, það er til þess að fá fasvikið, þessar 30 gráður. Það er hérna í flokki, sem sagt tengiflokki spenna, þá fáum við sem sagt mismunandi fasvik og þetta farið í hérna rafmagnsvæði 554, farið fjallaði sérstaklega spenna, tengiflokka spenna. Það er í rafmagnsvæði brók 2 fjallaði þetta, spennana, þannig að það er hægt að skoða þetta þar líka. Ok, en við skulum þá líta aðeins á hérna sýnidæmi til þess að skoða hvernig við notum þetta í spilkerfi, svo sem notkun stýrðar afriðunar og hérna þurfum við þá aðeins að átta okkur á þessum fjórðungum. Við þurfum að taka þá til handagags til þess að átta okkur á hvernig að straumarnir eða hvernig straumurinn í gegnum snúðin er í hvert skipti og hvernig spennan yfir snúðin er. Þannig að þessi fjórðungar eru settir upp eftir því. Ef við erum með jákvæða spennu við snúðin þá og jákvæðan straum, þá erum við að tala fyrsta fjórðung. Og til dæmis þessi rás og þessi afriðun hérna, hálfstýrða 3 fasa heilbylgju afriðun, hún er rauninni bara að vinna í fyrsta fjórðungi. Ef við erum með sem sagt sömu pólun alltaf á þessu hérna affallsvafi, þá erum við í rauninni bara að vinna með til dæmis mótorinn í sömu snúningsáttuna. En við gætum snúið snúningsáttunni við með því að víxla pólun á segulvafinu. Þetta US í rauninni táknar bara fyrir spennu segulvafs. Þá gætum við látið mótorinn snúast í hérna áttina. En
við erum í rauninni þá aðalega að vinna þá í þessum fjórðungi hér, fyrsta fjórðungi. En við getum látið þessa heilstýribrú hins vegar vinna í 2 fjórðungum vegna þess að ef að hún bara að vinna alveg eins, erum við að láta opnuhornið vera frá 0 til 90 gráður, þá sem sagt spennan jákvæð og straumurinn í þessa átt eins og öðrin sýnir hérna í SN, þessa átt hérna, og þá erum við til hægri hérna með jákvæða straumstefnu. En síðan verður straumstefnan svo sama eftir að rafvélin breytist í rafala, en við það verður spennan póla spennan, spennan verður rög, af því að þá kemur myndast plús hérna neðanverðu og þess vegna breytist snúð spennan USN, og við það erum við sem sagt að áriða tilbaka inn á netið og færa hemlunaraflið frá rafalanum út á net. Það í 4. fjórðungi. Hvað þessi stjórna dýristjórnum? Við erum með stýrirásir sem að stjórna þeim, og þannig að hérna, það þarf að gera það þannig að spenna lítið út eins og við sáum þetta á myndunum. Og við getum þá litið á líka spennu sem að stýrirás sem að svona svipað eins og þið tengduð upp. Það þá hægt að nota þessa við það að stýra þessum 3 týristórum hérna. Þannig að það væri í rauninni hægt að nota svona 3 bretti eins og við vorum með í æfingu 14, skilur við. Þannig til dæmis hægt að stýra þessari hálfstýrðu 3 fasa heilbyrgi afriðisbrú. Þannig, við skulum nú þá halda áfram. Það er verið að reyða frá DSI yfir í... Já, það er þá ekki gert með þessari brú. Þá þyrftum við að vera með þessa týrstól líka, stýrða, og þá þyrftum við að vera með fleiri púlsa hérna frá stýrirás. Og síðan sem sagt, til þess að geta notað hina fjórðungana líka, þá þurfum við að bæta annarri brú. Hérna vantar að setja hérna brú 2, en það rétt í bókinni hjá ykkur. Þetta á að vera brú 2 hérna. Er það ekki? Er það rétt í bókinni hjá ykkur? Búið að vera þetta þar. Já. Þannig að þá snýr þessi brú 2 alveg öfugt við brú 1, og hún getur þá í rauninni framleitt straum líka ef að þess að í fjórðungi 2 ef að mótorinn væri að framleiða við þær aðstæður. En nú skulum við skoða sem sagt þá betra sýnidæmi við einhverja raunverulega aðstæður sem sagt. En hins vegar sem sagt á þessari mynd, sem sagt ef að við erum með 2 brýr, þá getum við hérna notað mótorinn í öllum 4 fjórðungum. Þá hann hérna sem mótor í fjórðungu 1, sem rafali í 4. fjórðungi, síðan sem mótor í 3. fjórðungi, en sem rafali í öðrum fjórðungi. Við skulum skoða það betur, og kannski ég aðeins sýni ykkur mynd af því hérna líklega.
þá við sjáum svona mynd þar sem er búið að sýna mynd af rafvélinni, jafnströmsvélinni sem mótor í fyrsta fjórðungi, sem rafala í fjórða fjórðungi, og síðan þegar við komum með brú 2, ég er búin að læra þetta brú 2, að þá erum við með mótorvirkni í þriðja fjórðungi, af því að þá erum við að fá aflið frá spennugjafanum og pluss megin, þess vegna er spennan neikvæð inn á mótorinn miðað við fyrsta skilyrðið ákvaða spennu inn á mótorinn í fyrsta fjórðungi, og straumurinn er líka í hin áttina í gegnum snúðrásina, og þess vegna erum við með þriðja fjórðung þá mótorinn sem rafvélan sem mótor. En ef að rafvélin færi að framleiða sem rafali, þá myndum við fá snúning viðsnúning á spennunni yfir rafvélina og fá pluss megin að ofanverðu þegar þessi brú 2 væri í vinnu, og þá væri hann rafalinn að knýja strauminn í þessa átt, í öfuga átt miðað við upphaflegu straumstefnuna, og þess vegna er straumstefnan áfram neikvæð, mínus í þessum fjórðungi númer 2 og þá er hann að framleiða og yfirfæra til dæmis heimilunarafl yfir á netið. En hins vegar í spilkerfum þá erum við ekki í rafmagnsspilkerfum, þá erum við aldrei að nota þennan fjórðung númer 2, því að það er bara í einu tilfelli sem við erum að framleiða, það er í fjórða fjórðungi og við skulum skoða það betur fyrst í bókinni. Þá sjáum við áfram hvar erum við með það er aðeins framar hagnýta notkun á þessu. Þá erum við með ekki talað með þetta í bókinni einhvers staðar hvernig við notum þetta í spilkerfunum. Það er einhvers staðar í þessu í kaflanum. Hérna er almennt farið í þetta hvernig við getum notað alla fjóra fjórðunga það er talað um það í þessu að við getum keyrt mótorinn í öllum fjórum fjórðungum. Brú 1 getur þá til þess verið fyrir hífingu, brú 2 fyrir upphafslökunar, og þá erum við að nota þriðja þennan fjórðung þriðja fjórðungin, þá er hann sem mótor. Brú 2 fyrir upphafslökunar og aftur brú 1 fyrir áreiðuna í slökuninni. Við skulum aðeins skoða þetta betur í þessu skjali hér að við erum með hífingu það er mótorverkni, það er í fyrsta fjórðungi. Þá erum við með brú 1 í gangi og við erum að ná inn veðarfærun. Þá er spilmótorinn sem mótor og það er þá hífing. Hins vegar þegar við erum að kasta, þá er upphaf slökunar, við erum að setja tromluna í snúningsátt, þannig á móti þeirri snúningsátt sem við erum með í hífingu. Þá verðum við að breyta spennunni, þannig að við verðum að nota brú 2 til þess að mótorinn snúist í hina snúningsáttina. Erum við að tala um það að við erum alltaf með sömu pólun inn á segulmögnunarvafið, affallsvafið.
affallsvafið er alltaf óbreytt hérna, þegar við erum með 2 brýr þá erum við ekkert að hringla í því. Hvernig spennustýring er alltaf sama spennuna? Þá erum við bara með fasta spennu, sem sagt það er bara kannski heilbylgju afriðun, bara einfasa þess vegna, einfasa heilbylgju afriðun inn á affallsvafið, beint, og það er bara óbreytt, það er bara föst segulmögnun, alltaf í gangi. Og það heldur þá líka náttúrulega hita á mótornum, en ef að mótorinn er alveg spennulaus þá er yfirleitt sett líka hitald inn í hann, þannig að hann sé alltaf á einhverjum hita, þannig að hann skemmist ekki. En þegar að við erum með þessar 2 brýr þá og við spilkerfi, rafmagnsspilkerfi, þá byrjum við á því þegar við fara í veiðiferðina og við ætlum að fara að kasta, þá notum við 3/4 í upphaf slökunar. Þá verðum við að snúa tromlunum öfugt, sem sagt koma veiðaferðun aðeins eða tromlunni aðeins af stað. Þetta tekur í kannski bara brot úr sekundu eða örfáar sekundur sem við erum að nota brú 2 í þetta. Bara réttis að koma hlerunum niður og síðan tekur bara sjórinn við og þá er sem sagt komið strax yfir í 4/4 í slökun. Þá förum við að halda við og þá byrjar rafvélin að framleiða og orðin að rafala og þá er það strax brú 1 aftur sem að áriðar sem sagt hemlunaraflið tilbaka inn á netið. Og svo þegar við erum búnir að kasta, þá förum við beint yfir í hífingu, að halda við í hífingu. Og mótorinn getur bara haldið við þó að hann sé kyrr, að snúningshraðinn sé bara 0. En þá er hann að halda við og þá er hann í rauninni í hífingu. Þá erum við að fá straum frá brú 1 í gegnum hann, sem sagt, það er jákvæð spenna og jákvæð ströymur. Ströymur er hérna niður og spennan er plús hérna á öðru. Þá erum við að fá afl frá netinu. Þannig erum við að vinna með rafmagnsspilkerfi og þannig að þetta er raunveruleikinn með það þegar við erum með þetta erum bara með 1., 4. og 3. fjórðung. Hins vegar ef að við notum bara eina brú þá getum við umpólað segulvafinu. Sem sagt það þarf að vera búnaður, það er rofar til þess að breyta stefnu segulsviðsins í mótorum þegar hann á að skipta snúningsátt og aftur þegar hann breytir úr mótoraverkni í rafalaverkni. Og þannig er rauninni hægt að nota tilstóra brúna við spilkerfi í 3/4, má segja. En í sjálfu sér þá erum við bara með rauninni jákvæða spennu eða neikvæða spennu þegar við erum með áriða og við þurfum bara þá að umpóla segulsviðinu í mótornum til þess að hann breyti sér. Þetta er möguleiki ef við erum bara með eina brú. Ok, og kaffi? Ég held að það sé gott til þess að taka smá pásu áður en við förum í sýnidæmi og síðan í upprifjun fyrir próf. Ok?